Kæru útskriftarnemendur, góðir gestir. Ég heiti Hildur Ingvarsdóttir og skólameistari Tækniskólans. Ég vil fyrir hönd skólans bjóða ykkur öll velkomin á brautskráningu Tækniskólans vorið 2020 og minn ykkur á að slökkva á eða setja símana á hljóðstillingu. Ég vil óska ykkur hjartanlega til hamingju með daginn og þann áfanga sem til ljúki hér í dag. Það er fátt gleðilegra í starfi skólameistara en að útskrifa nemendur sem hafa náð markmiði sínu. Framundan er heilmikil dagskrá og því er rétt að nýta tíman vel, enda er dagurinn ykkar og ég vona að þið fáið hans notið sem best. Ég vil biðja Guðrúnu Brandalín Lárusdóttur, aðstoðarskólameistara Tækniskólans, að koma hér upp og taka við stjórn þessarar brautskráningar athafnar. Útskriftarnemendur, starfsmenn skólans og aðrir gestir. Ég vil bjóða ykkur hjartanlega velkomin á útskrift Tækniskólans á vorönn 2020. Þetta er gleðistund og við skulum njóta hennar saman. Kæru útskriftarnemar, til hamingju með daginn ykkar og þennan merkis áfanga sem þið eru að ljúka hér í dag. Munið að framtíðin er ykkar og lærdómur ykkar er rétt að byrja. Í dag erum við að brautskrá frá Tækniskólanum það bil 400 nemendur úr 8 skólum Tækniskólans og er þetta seinni útskriftin. Áður en ég fer yfir dagskrá útskriftarinnar þá viljum við kveðja þá starfsmenn sem hafa látið á störfum hjá okkur. Og það er Magnús Eiríksson, kennari í Véltækniskólanum, Hallur Karlsson, kennari í Upplýsingatækniskólanum, Pétur Hermannsson, kennari í Raftækniskólanum og Hrönn Ísleifsdóttir, starfsmaður á skrifstofu skólans. Við skulum gefa þeim gott klapp og þökkum þeim fyrir gott og farsælt starf í þágu skólans. Dagskrá útskriftarinnar er á þessa leið. Fyrst fáum við tónlistaratriði og þar og eftir mun útskriftarnemi halda ræðu. Og síðan mun hver skólastjóri útskrifa sinn skóla og veita verðlaun samhliða því. Og við byrjum að útskrifa úr Upplýsingatækniskólanum og svo Tækniakademíunni. Og á lokum mun Hildur Ingvarsdóttir, skólameistari, halda hátíðarræðu. En núna hefst formleg dagskrá og fyrst fáum við tónlistaratriði. Það er Brynja Lísa Þórisdóttir, nemandi í Handverksskólanum sem sigraði söngkeppni Tækniskólans sem mun flytja fyrir okkur eitt lag. Gjörðu svo vel, Brynja Lísa. That it was an illusion. I didn't translate to you. I held my breath. It felt like drowning. I needed to get out of here. You want it all, but what cost? You whisper yourself that you like that.
something you know. I'll come back stronger, free from all distress. That I thought it was foolish. I couldn't cater to you. You let me on like I was stupid. I needed to be someone new. You want it all, but what cost? I'll never hold back. I'm not something you know. I'll come back stronger, free from all your distress and lies. I will never hold back. I'm not something you know. I'll come back stronger, free from all your distress. You want it all, but at what cost? Give me space, but you suffocate. You make mistakes, put me in a I will never hold back. I'm something you know. I will come back stronger, free from all your distress and lies. I will never hold back. I'm something you know. I will come back stronger, free from all your distress. It's been some time for you to change, but you won't change. I've drowned before, so now I know when to let go. Við þökkum Brynju Lísu og dönsurum innilega vel fyrir flutning. Næst fáum við ræðu frá útskriftarnemanum Kristínu Snorradóttur sem að útskrifast úr skrúðgarðyrkju. Gjörðu svo vel, Kristín. Góðan daginn. Mig langar að byrja á að óska ykkur öllum nemendurum til hamingju með þennan áfanga. Þetta rosalega stór dagur í lífi okkar allra hér inni, nemandana og fjölskyldunar og ættingjana sem hérna með okkur í dag. Skólinn hefur undirbúið okkur og kennt okkur það helsta sem við þurfum að læra að kunna í okkar grein. Og ég ánægð með tækniskólann. Mig langar að taka fram hversu flottur skóli þetta og fjölbreyttur skóli. Ég veit að ég að tala til rosa fjölbreytts hóps og mig langar að nota tækifæri og hrósa skólanum fyrir hvernig honum tókst að halda náminu gangandi þrátt fyrir erfiða tíma undanfarið. Sí, hvað ég stressuð. Ég hef örugglega aldrei haldið svona ræðu áður, þannig að
Ég er líka þá bara nota tækifærið og þakka fyrir að fá að halda þessa ræðu. En ég er semst að útskrifast úr meistaraskólanum sem skrúðgarðyrkjumeistari. En til gamans má geta að ég var líka stödd hér fyrir 7 árum þegar ég útskrifast héðan úr Markmennunarskólanum. Þannig að mér langar kannski að ræða það hvað, þó að við útskrifumst í dag og fáum afhendan einhver titil hér, þá þýðir það ekki að þetta sé það sem við þurfum að gera að eilífu. Það er alltaf hægt að læra meira ef við viljum, en við getum líka auðvitað bara ónað það sem að við erum að fá hér í dag. En það furðar sig margir á því hvernig þetta tvennt, skrúðgarðyrkjan annars vegar og markmiðlun hins vegar, geti tengst saman. Og ég vissi það ekki lengi hvað ég var að gera. Ég bara fór í skólan af því mér langaði að læra og svo í dag er ég útskrifuð bæði úr báðum þessum skólum og ég næ að nýta bæði. Ég nota tölvukunnáttuna og garðyrkjuna og tengi þetta bara allt saman. Og það er það skemmtilega bara við lífið. Við getum bara gert allt sem við viljum. Og þóttu útskrifast úr einu fagi, þá hefur það ekkert að segja það að þú getur ekki haldið áfram að læra eitthvað fleira. En mér langar kannski að nota tækifærið og tala það hversu frábært það er að sjá iðnnám verða vinsælla og vinsællara. Vinsælara og vinsælara með hverju árinu. Og bóknám í dag, það er svo frábært að sjá, við erum öll að læra iðngreinar, tölvur, meistaraskólinn náttúrulega og það er svo frábært að sjá hversu margir eru að finna sig í iðngreinunum og velja þær frekar en að fara í bóknám bara því að þeim var sagt að gera það. Og það er svo frábært að sjá líka hversu margar stelpur eru að koma inn í iðngreinarnar og það er í rauninni bara, ef við viljum efla iðnnám og fá fleiri inn í iðnnámið, þá segir sig sjálft, stelpur eru helmingurinn af mannkyninu og konur og með því að ná til þeirra þá fáum við sjálfkrafa miklu fleiri nemendur inn í iðngreinarnar. En mér langar kannski að lokum að segja að nú tökum við þessum titli sem við erum að fá afhentan í dag og það er bara í okkar höndum að sjá til þess að við gerum eitthvað við þennan titil og bara gerum eitthvað við það sem að skólinn hefur kennt okkur undanfarin ár. Takk fyrir mig. Það gangi ykkur öllum vel. Við viljum þakka Kristínu fyrir góð orð og ég get nú alveg örugglega trúa því að hún er nú ekki svo eina sem er stressuð hér í dag. Þannig að þetta er nú alveg bara örugglega mjög skiljanlegt að hún sé stressuð. Nú hefst útskrift Tækniskólans og ég vil biðja Kristínu Þóru Bærings Kristjánsdóttir, skólastjóra Upplýsingatækniskólans, að koma hingað og útskrifa nemendur úr Upplýsingatækniskólanum. Kæri útskriftarnemar og aðrir gestir, til hamingju með daginn. Í dag útskrifast 63 nemendur úr Upplýsingatækniskólanum af nokkrum brautum og ég vil biðja útskriftarnemendur að koma hérna til mín og veita brautskráningarskírteini viðtöku. Við byrjum á ljósmyndabraut og það er Bríet Guðmundsdóttir.
Brynjar Leo Hreiðarsson. Elín Björg Guðmundsdóttir. Heiða Norgqvist Halldórsdóttir. Hrefna Halldórsdóttir Mortens. Næst kemur Hulda Margrét Óladóttir. Hulda Margrét fær verðlaun fyrir góðan árangur í ljósmyndun og verðlaunin koma frá Ljósmyndarfélagi Íslands. Þú færði hérna hjá Ingibjörg. Ísar Þorsteinsson. Katrín Ása Karlsdóttir. Lára Lind Jakobsdóttir. Nabduen Pumpraban. Ólafía Björt Benediktsdóttir. Hún fær verðlaun frá Tækniskólanum fyrir þátttöku í félagsstarfi skólans. Gjörðu svo vel, hamingju. Rakel Rún Garðarsdóttir. Þetta var síðasti ljósmyndarinn í dag og næsta braut sem við útskrifum grafísk miðlun og þar kemur fyrstur Arnfinnur Kolbeinsson. Bergdís Nordal sem hefur bæði vegi áður útskrifast úr ljósmyndur. Bjarki Leo Finnbogason. Hulda Sól Magneuðdóttir. Næst kemur verðlaunahafi Íris Irma Ernesdóttir. Hún fær verðlaun frá Forlaginu fyrir góðan árangur í grafískum miðlum. Óttar Orri Guðmundsson. Pavel Hrinn. Og þá Sebastian Þór Bjarkason.
Selma Öskan. Sigurður Sverrir Sigurðsson. Tjörfi Valsson. Vaka Dögg Björnsdóttir. Næst kemur Þórarinn Ingi Tómasson. Þórarinn hefur útskrifast áður úr grafískri miðlun og útskrifast nú með stúdenta frábraut. Til hamingju. Og þá kemur K2 brautin og fyrstur Andri Fannar Kristjánsson. Andri Fannar verðlaunahafi. Hann fær verðlaun frá Tækniskólanum fyrir dugnað og sjálfstæð vinnubrögð. Mig langar aðeins að lesa hérna umsögn frá brautastjóra. Andri Fannar hefur frá fyrsta degi verið ákaflega ábyrgur og sjálfstæður námsmaður, vandvirkur og gagnrýninn. Samskipti hann við kennara og samnemendur einkennast af virðingu og kurteisi og öll hans vinna einkennast af vilja til að gera sitt besta. Til hamingju, Bjössi. Andri Þór Hjartarson. Atli Steinar Arnarsson. Dagur Snær Jökulsson. Emil Bjarki Haldarsson. Guðmundur Aron Guðmundsson. Hekla Sif Jóhannesdóttir. Ísar Loki Pálmason. Kristín Dóra Sigurðardóttir. Kristín Dóra verðlaunahafi. Hún fær verðlaun frá Tækniskólanum fyrir góðan árangur á K2. Gjörðu svo vel, til hamingju. Kristján Kári Gunnarsson. Kristján Sindri Kristjánsson Grans. Levi Baltasar Jóhannesson.
Sigmundur Freyr Hafþórsson. Og þá byrjum við á tölvubraut. Þar kemur fyrst Andrea Österby Ingadóttir. Atli Óskarsson. Árni Sæberg Hilmarsson. Þá kemur Baldur Fróði Brím. Baldur Fróði verðlaunahafi. Hann fær verðlaun frá Vodafone fyrir góðan árangur í tölvugreinum. Gjörðu svo vel til hamingju. Birkir Finnbogi Hreinsson Ardal. Elvar Þór Sævarsson. Helgi Steinar Júlíusson. Jóhann Sjansey Sigursson. Margeir Fannar Pálsson. Óskar Agnarsson. Sigurður Aron Blöndal Eggertsson. Sindri Pálsson. Sindri Snær Hjaltalín. Torfi Þorgrímsson. Viktor Vahid Ívarsson. Þórður Jónatansson. Og síðast kemur Rein Alfa Magnúsar. Og hefst á smá lestur. Rein fær árangur frá tækniskólanum, verðlaun frá tækniskólanum fyrir góðan árangur í íslensku. Rein fær líka verðlaun fyrir góðan árangur á tölvubraut og þau verðlaun koma frá Vodafone. Einnig fær Rein skólaverðlaun
fyrir góðan árangur, heildarárangur í upplýsingatækniskólanum og einnig fær ein verðlaun fyrir framúrskarandi námsárangur í tækniskólanum og fær verðlaun bæði frá tækniskólanum og frá Háskólanum í Reykjavík. Til hamingju. Fyrir hönd kennara upplýsingatækniskólans þá óska ég ykkur öllum hjartanlega til hamingju með árangurinn og við þökkum ykkur fyrir góð ár í skólanum og óskum ykkur velfarnaðar í framtíðinni. Takk fyrir. Næst kemur Ragnhildur Guðjónsdóttir, skólastjóri Tækniakademíunnar. Gjörðu svo vel, Ragnhildur. Já, kæru útskriftarnemendur og aðrir gestir, fyrir hönd Tækniakademíunnar óska ég ykkur innilega til hamingju með daginn í dag. En undir Tækniakademíunni eru stafræn hönnun, sem gamli Markmiðlunarskólinn, vefþróun, sem í vefskólanum, og iðnmeistaranám. Og þetta allt saman nám sem á 4. hæfniþrepi. Í dag þá erum við að útskrifa 10 frá stafrænni hönnun, 8 úr vefþróun og 74 iðnmeistara úr 17 mismunandi iðngreinum. Af þessum stóra hópi ætti að vera 74 nemendur hérna í dag. Þannig að ég held við ættum bara að byrja og ég ætla að byrja á stafrænni hönnun. Og það er þá fyrst Aldís Rún Ásmundsdóttir. Og þá er það Arnór Frans Brjánsson. Og Árni Geir Valgeirsson. Og Guðni Hrafn Guðlaugsson. Það var Hildur Lára Sveinsdóttir. Og Hinrik Gylfason. Og Hrafnhildur Lára Hafþórsdóttir. Og þá er það Tódor Dimitrov Todorov, en hann er einnig verðlaunahafi og hann fær verðlaun frá Tækniskólanum fyrir góðan árangur í stafrænni hönnun. Og þá er það Viktor Rafn Ríkarsson. Og Þórður Eiríksson. Og þá erum við búin með stafræna hönnun og þá tökur við vefþróun og þar er fyrstur Anton Örn Kernesteð. Heyrðu, þetta fæta líka. Og Guðmundur Helgi Rósusson. Og Guðrún Æsa Ingólfsdóttir. Nú erum við fann að fara á rætt.
og Nikulás Óskarsson. Og þá það Ósk Björnsdóttir, en hún einnig verðlaunahafi. Hún fær verðlaun á Tækniskólanum fyrir góðan árangur í vefþróun. Og þá það Sigrún Líf Erlingsdóttir. Og Sunna Rún Pétursdóttir. Nú þá við búið með vefþróuna og þá það yfirmeistararnir. Það fyrst Alma Rós Ásbjörnsdóttir, iðnmeistari í snyrtifræði. Andrés Pétur Guðfinnsson, iðnmeistari í húsasmíði. Og þá það Andrés Guðmundur Ólafsson, iðnmeistari í pípulögnum. Og þá það Andri Már Einarsson, iðnmeistari í múraraeiðn. Og Arnar Guðlaugsson, iðnmeistari í rafeindavirkjun. Og Arnþór Hallgrímsson, iðnmeistari í rennismíði. Atli Geir Guðbjörnsson, iðnmeistari í bifvélavirkjun. Atli Dagur Helgason, iðnmeistari í vélvirkjun. Axel Þór Margeirsson, iðnmeistari í húsasmíði. Áskell Gestsson, iðnmeistari í rafvirkjun. Birkir Fannar Steingrímsson, iðnmeistari í vélvirkjun. Daniel Ali Kasmi, iðnmeistari í rafvirkjun. David Tómis, iðnmeistari í rafvirkjun. Og Davíð Kristjánsson, iðnmeistari í rafvirkjun. Einar Baldur Einarsson, iðnmeistari í pípulögnum. Og Einar Ingi Jónsson, iðnmeistari í pípulögnum. Og Elín Gestsdóttir, iðnmeistari í hársnyrtiiðn. Eyþór Glíse Ágústsson, iðnmeistari í húsasmíði. Fannar Logi Bergþórsson, iðnmeistari í vélvirkjun. Fannar Magnússon, iðnmeistari í bifvélavirkjun. Finnur Einarsson, iðnmeistari í rennismíði.
Gunnar Páll Backmann Gíslason, iðnmeistari í bifvélavirkjun. Gylfi Freyr Karlsson, iðnmeistari í húsasmíði. Hafþór Ingi Haraldsson, iðnmeistari í stálsmíði. Hafþór Ólason, iðnmeistari í rafvirkjun. Haraldur Örn Arnarsson, iðnmeistari í grafískri miðlun. Heimir Sigurður Haraldsson, iðnmeistari í vélvirkjun. Helgi Pálsson, iðnmeistari í húsasmíði. Helle Lax, iðnmeistari í skrúðgarðyrkju. Hjörtur Ingi Eiríksson, iðnmeistari í vélvirkjun. Og Hlöðver Hlöðversson, iðnmeistari í pípulögnum. Og Íoan Kalin Marínkas, iðnmeistari í húsasmíði. Jakob Królikke Hólm, iðnmeistari í vélvirkjun. Jóhann Óli Gunnbjörnsson, iðnmeistari í múraraiðn. Jóhanna Kristín Jóhannsdóttir, iðnmeistari í skrúðgarðyrkju. Kári Gunnarsson, iðnmeistari í húsasmíði. Kolbeinn Hreinsson, iðnmeistari í húsasmíði. Já, þessi var ekki mættur. Það var það Kristinn Valgeir Sveinsson og hann með 2. Hann iðnmeistari í bifreiðasmíði og vélvirkjun. Þá var það Kristín Snorradóttir, iðnmeistari í skrúðgarðyrkju. Og Kristján Guðbrandsson, iðnmeistari í húsasmíði. Kristján Atli Heimisson, iðnmeistari í rafvirkjun. Og þá það Óðinn Már Óskarsson, hann einnig með 2 burtfararpróf. Hann iðnmeistari í rafvirkjun og vélvirkjun. Til hamingju. Þá það Ólafur Halldórsson, iðnmeistari í rafvirkjun. Og þá það Ólafur Ágúst Sigurðsson. Hann sömuleiðis iðnmeistari í rafvirkjun og vélvirkjun. Og þá það Ólafur Einar Skúlason, iðnmeistari í húsasmíði.
Pétur Karl Kristinsson, iðnmeistari í húsasmíði. Rebekka Ýr Einarsdóttir, iðnmeistari í snyrtifræði, en hún jafnframt verðlaunahafi og hún hlýtur verðlaun frá samtökum iðnaðarins fyrir góðan árangur í meistaraskólanum. Ríkharður Már Guðmundsson, iðnmeistari í bifvélavirkjun. Sebastian Schulz, iðnmeistari í málaraiðn. Sergej Kuznetsov, iðnmeistari í húsasmíði. Sigur Gísli Jónasson, iðnmeistari í rafvirkjun. Sigurjón Hilmarsson, iðnmeistari í húsasmíði. Stefán Heiðar Auðunsson, iðnmeistari í múraraiðn. Stefán Guðjónsson, iðnmeistari í málaraiðn. Stefán Þór Jósefsson, iðnmeistari í húsasmíði. Sveinn Þór Sveinsson, iðnmeistari í málaraiðn. Og síðast en ekki síst, ljósmyndarinn okkar, Haraldur Guðjónsson Thors, iðnmeistari í ljósmyndun. Þá óska ég ykkur bara öllum aftur til hamingju með daginn fyrir hönd Tækniakademíunnar. Takk fyrir mig. Það ljósmyndara aðstoða ljósmyndara. Nú hafið þið öll útskrifast og nú vil ég biðja ykkur öllum að standa á fætur. Ég vil biðja ykkur sem með húfu að taka hana niður. Við skulum gefa þessum föngulega hóp gott klapp. Og þið megið setja upp húfurnar. Og svo megið setjast aftur niður. Ég vil þakka ykkur góða stund hér í dag og óska ykkur öllum hjartanlega til hamingju með daginn. Og nú vil ég biðja Hildi Ingvarsdóttir, skólameistara, að koma hingað og flytja fyrir okkur hátíðaræðu. Gjörðu svo vel, Hildur.
Kæru útskriftarnemendur, aðstandendur og starfsfólk skólans, hjartanlega til hamingju með daginn. Mikið er frábært að sjá ykkur öll, kæru útskriftarnemar, og þá aðstandendur ykkar sem eru hér komnir til að samfagna ykkur í dag. Ég get sagt ykkur það fyrir þá sem hafa útskrifast hér áður, þá er þetta bara allt öðruvísi í dag en venjulega. Ef einhver hefði sýnt mér ljósmynd fyrir ári síðan eða jafnvel upptök af þessari útskrift, sýnt mér hvernig salurinn liti út, svona gisinn, og sagt við mig, svona mun útskriftaraathöfn líta út vorið 2020, hvað gerðist? Þá efast ég bara stórlega að ég hefði getað giskað rétt. Fyrst hefði ég kannski bara verið svakalega vonsvikin með svona lélega mætingu, og þá hefði mér bent á, já, en það eru 2 athafnir, og þá hefði ég sennilega giskað á að það hefði kannski bara komið út ný brunavarnarreglugerð, eitthvað slíkt sem að gera það verkum að það mættu bara vera miklu færri hér í Eldborg. En hvað gat þetta með bílið á milli sæta verið og af hverju ósköpunum var ég svona ókurteis að taka ekki höndin á fólki? Ég er náttúrulega eins og margir hérna núna búin að vera í 4 mánaða aðlögun að því að taka ekki í hendurnar á fólki. Samt sem áður, þá lítur salurinn núna allt öðruvísi út en við áttum vona fyrir 2 vikum síðar, því þá stemdi í 4 útskriftaraathafnir og helmingi gisnar í sal. 2 vikum fyrr sáum við eiginlega engan annan kost en að þessi athöfn yrði rafræn. Þetta er mín 4. útskrift í Tækniskólanum og í 4. skiptið sem ég nýt þeirrar gæfu að fá að skrifa nafni mitt á hvert einasta útskriftarskírteini, hvers einasta nema sem er að útskrifast. Sumir vorkenna mér, halda þetta sé erfitt og leiðinlegt, en það er það alls ekki. Í gærkvöldi, þegar ég sat og skrifaði á síðustu skírteinin, hugsaði með mér að þetta væri ein besta stund ársins. Það er eitthvað alveg sérstakt við það að upplifa þá uppskeru sem annar lok og undirbúningur útskriftar og svo útskriftaraathöfnin sjálf er. Og að þessu sinni þá var það enn sérstakar en venjulega, því á bakvið hvert einasta nafn á hverju einasta skírteini liggur sterkur einstaklingur. Einstaklingur sem kláraði önnina þrátt fyrir að skólalífið, eins og við höfum þekkt að hinga til, hafi snúist á hvolf á miðri önn. Það má segja við séum heldur betur reynslunni ríkari eftir þennan vetur. Í desember þá voru nú meðal annars iðnmeistarar 2 sem gátu ekki mætt á athöfnina vegna þess að þeir voru norður í landi að hjálpa til við að koma rafmagni á eftir óveðrið mikla sem gekk á. Þá tókum við jarðhræringar á Reykjanesi og hvert óveðri á fætur öðru, sem gerði það verkum að ítrekka var hvorki hægt að fljúga til né frá landinu. Og maður var farin að láta gula viðvörun sem vindumeyru þjóta. Það var ekkert almennilegt nema að væri appelsínugul eða rauð. En svo kom það sem breytti heiminum. Þessi veira sem fyrst sinn virtist bara vera vandamál í einu héraði í Kína, en hefur svo á nokkrum mánuðum lagt undir sig heiminn ef svo má orði komast. Ég get sagt ykkur það að það var hreint ótrúlegt að fylgjast með því hvernig starfsmenn og nemendur skólans umbreyttu í sameiningu náminu á nánast augabragði miðjan mars og fóru hver í sína kennslustofu, í flestum tilvikum stofuna heima. Dugnaðurinn, þrautseigjan, útsjónarsemin, viljinn, jákvæðnin, aðlögunarhæfnin og umhyggjan. Það eru mörg nafnorðin sem eiga við, en á endanum stendur eitt orð upp úr hjá mér og það er orðið stolt. Ég er svo ótrúlega stolt af ykkur öllum og þeim sem voru hér fyrir í dag og fyrir athöfninni sem sitji hér í salnum og sátu áðan. Bæði ykkur sem eru að útskrifast, líka fólkinu sem hefur stutt ykkur og svo síðast en ekki síst af öllu starfsfólki skólans. Það er stundum talað góðæri. Yfirleitt er talað góðæri þegar það er liðið. Við áttum okkur á því hvenær gekk best þegar ekki gengur eins vel lengur. Það verður ekki sagt að hér á Íslandi ríkir beinlínis góðæri þessa dagana, en það ríkir heldur ekki góðæri neins staðar í heiminum, allavega ekki svo ég viti. Undanfarnar vikur hef ég mikið hlustað á fréttir utan úr heimi, þetta hefur orðið svona rútína. Á kvöldin þá skoða ég skýrslu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar og á morgnana þá hlusta ég á fréttir, bæði vestan og austanhafs,
frá mismunandi fréttamiðlum með fréttum dagsins á undan. Og þannig hefur maður getað séð svo vel hvernig mismunandi þjóðir taka á málunum. Og við þetta allt saman, það átta ég mig enn betur en áður á því hversu rík við Íslendingar erum. Ekki bara rík af auðlindum, plássi og náttúrufegurð sem við eigum nóg af, heldur rík af mannauði. Þjóðin hefur staðið saman og þess vegna getum við verið hér saman í þessum sal í dag. Ég held að sé óvíða í heiminum þar sem svona útskrift getur átt sér stað á öruggan hátt á þessum tíma núna. Samstaða, stefnufesta, umhyggja, hugvit, heiðarleiki og rík og góð upplýsingagjöf eru meðal þess sem hefur einkennt undanfarnar vikur. Og það eru akkúrat þessir eiginleikar sem munu hjálpa okkur upp úr þessum dal. Það er stundum sagt að neyðin kenni naktri konu að spinna og það á sannarlega við nú. Líkt og við gátum umbreytt kennsluháttum á augabragði munum við komast út úr þessu ástandi, sterkari. Það getur kostað þolinmæði og í sumum tilvikum einhverja erfiðleika. Það bíða til dæmis ekki allra hér inni, og nú ætla ég ekki að vera neikvæð, en það bíður kannski ekki draumastarf fyrir alla á morgun. Atvinnu ástandi er hreinlega þannig. Samt standa okkar útskriftarnemendur almennt líklega betur að vígja á vinnumarkaði en margir aðrir og ég reikna með að hér sé alveg fullt af nemendum í dag sem eru í vinnu og með trygga vinnu. En ef vinnan kemur ekki strax, þá kemur hún samt. Það er í sannfærðum og þrautseigjan sem þið hafið sýnt í vor er eiginleiki sem mun nýtast ykkur áfram. Ég vil hvetja ykkur núna næstu misseri til þess að skoða alla möguleika með opnum örmum, hvort sem þeir felast í starfi eða frekara námi. Virkið ykkar hugvit og ykkar hæfileika og takið þannig þátt í að breyta heiminum. Og talandi um hugvit og hæfileika. Þessi skóli er alveg stútfullur af hugviti og hæfileikum. Í dag klæðist Guðrún í 3. skipti kjólum sem 2 útskriftarnemendur sem útskrifuðust í fyrra saumuðu og hönnuðu á okkur. Þá berum við skart sem 3 útskriftarnemendur sem útskrifuðust núna klukkan 12, smíðuðu og lánuðu okkur. Og er ég nú þegar búin að þakka þeim kærlega fyrir að veita okkur þann heiður og treysta okkur til þess að fá að bera þessa skartgripi í dag. Þessir gripir og kjólar bera ríkan vott þá fagmennsku og hugmyndaauðgi sem ríkir í skólanum, jafnt hjá nemendum sem starfsfólki. Jæja, það er best ég fara að stytta mál mitt. Við höfum ákveðið að reyna að vera rösk þessa dagana. Það er mikilvægt að við dveljum ekki of lengi við á þessum sérstöku tímum. Leið og þið hafið yfirgefið salinn, þá verður hér farið að hreinsa fyrir bara það sem kemur næst, ekki önnur athöfn hjá okkur. En milli athafnanna sem var áðan og núna, þá fóru hérna starfsmenn sem stormsveipur og sótthreinsuðu alla sætisarm og öll handföng og allt. Og ef þið hafið ekki gert ykkur grein fyrir því, þá er þessi salur hólfaður niður. Hérna fremst sem nemendur sitja er 1 hólf, þar fyrir aftan er annað hólf. Og þið sjáu svörtu hérna línurnar hérna, eða hvað maður að kalla, beltin. Svo er hólf uppi. Og öll komum við inn, þótt ekki taki kannski ekki eftir því, þá er þessu öllu vel stýrt. Allt til þess að reyna að tryggja öryggi, en samt að geta haldið upp á þessa hátíðlegu stund hérna saman. Ég og við öll sem störfum við skólan vonum að þið séu stolt af því að hafa útskrifast úr tækniskólanum og munum minnast tímans hjá okkur með hlýju. Ég vil þakka ykkur fyrir að hafa treyst okkur til að kenna ykkur og að hjálpa okkur að gera skólasamfélagið eins gott og það er. Það er engin skóli án nemenda og við erum sannarlega heppin að hafa fengið að kynnast og vinna með ykkur. Ég vil einnig þakka kennurum og öllu öðru starfsfólki skólans fyrir frábær störf og ósérhlífni og þeim sem hafa látið af störfum á önnunni þakka ég sérstaklega og óska þeim velfarnaðar. Ykkur, kæru nemendur, óska ég alls hins besta. Verið stolt og gleðjist yfir þeim árangri sem þið hafið náð og haldið áfram að læra svo lengi sem þið lifið. Ég þakka fyrir mig og segi skólastarfi Tækniskólans á vorönn 2020 slitið. Takk.